Að byrja á Siggu Kling. Já. Billy. Ekki málið, sko. Það ekki mörg eftir en þú dregur spil og svo átt að eiga það. Ok. Já, einmitt. Hvað segir hún? Þér gefin undrasýn á því byggist gæfa þín. Sigga, henn ekki alls varnað. Hann ekki alls varnað. Er ekki eitthvað til í þessu í þínu tilviki? Jú, það er alveg, sko, ég með undrasýn og undrasýn minn blanda af svona minni kreatífu hugsun og ágætlega þjálfuðu innsæi sem að getur oft virkað sem undrasýn eða eitthvað svona galdur og á því byggist gæfa minn og ég sko gæfa eða árangur minn sko byggist oft á þessari undrasýn og og ég hef hana, ég sé einhverja hluti sko sem að önnur kannski sjá ekki eða sko svona, já, sjá ekki á sama hátt og ég sko. Þú segir þjálfaða innsæi, ágætlega þjálfaða innsæi. Hvernig þjálfa maður innsæið? Sko innsæi fyrir mér svona tegund af greind og hún sko þjálfast undir svona ákveðnum kringumstæðum, það er að segja ef maður mikið í kringumstæðum þar sem maður þarf að meta aðstæður sem maður skilur ekki og geta breyst skyndilega og ég hef tekið eftir því fólk sem er alið upp til dæmis sem börn í miklum alkoholisma það fólk hefur oft mjög þjálfað innsæi það skynjar stemningu öðruvísi en aðrir og eða betur en aðrir og og innsæið svona er blanda af sko bara hugsun því sem þú sérð og hvernig þú lest í það sem þú sérð og heyrir og síðan líka þetta sem að svona oft kallað svona gut feeling sem að reyndar til mjög gott íslenskt orð yfir gut feeling gamalt íslenskt orð sem kviðdómur. Kviðdómur? Já. Það er svona dómurinn í, hvað segir kviðdómurinn, skilur? Það er svona tilfinningin sem þú ert með í... Við þurfum að fara að taka þetta upp aftur. Já, þetta er mjög gott orð, sko. Þetta er mjög gott orð. Kviðdóm, ég veist það, mjög gott. Þetta er æðislegt, bara hvað segir kviðdómurinn? Bara... Notaður kviðdóminn þegar þú varst að taka þessa ákvörðun að fara í dembaðir í þetta frambúð? Já, ég tek svona, sko... Þegar ég að taka svona stórar ákvarðanir að þá teki þær ákvarðanir innra með mér og leyfi þeim svo aðeins að malla í mér og sé svona hvernig þær manifesterast líkamlega í mér og þetta hefur verið mér svo mikilvægt að því að ég vinn svo mikið þannig að ég að búa til og ég að búa til hluti sem eru afstæðir sem grín hvort eitthvað sé fyndið þetta fyndið og þegar að ég að búa eitthvað til einn eða með öðrum þá hef ég í rauninni ekki neitt til þess að miða við nema mitt innsæi, sko. Þú veist, að ég trúi því að þetta sé gott og það kann ekki alltaf að blasa við, skilur það sko næturvæktina, við gerum næturvæktina ég var stórefaðast að nokkur hefði gaman af þessu, sko.
Já, þetta var svo sértækt og mér fannst Georg Bjarnfreðarsson sko, mér fannst hann of mikið. Ég hugsaði, hann ekki einu svona trúverður en þetta orðið svo mikið skrýpó sko. Og en þú veist erfitt, lítur að vera erfitt sko þegar að það verið að skrifa handrit að gera sér grein fyrir því að þetta svo langt frá því sem síðan orðið þegar það búið að sýna þetta stemningin og þá var auðvitað að horfa í baksinnispegilinn og segja auðvitað að þetta vinsælt sko. Einmitt, það sko það svolítið svona sem að ég hef stundum þurft að hugsa að ég finna það virkar sko ég hef þá trú að það virki og hvernig eða sko veit ég ekki alveg sko en ég þarf bara að treysta þessum kviðdómi að kviðdómurinn úrskurður kviðdómsins að þetta virki og svo þarf ég bara að fylgja því þá að treysta því og það svolítið líka bara að eiga þroskað samband við innsæið að vera tilneyddur til þess að treysta kviðdómi það að segja einhver svona innsæi eða ógreinilegri sannfæringu að eitthvað sé snild og það var til þess að reyndi gríðarlega mikið á þetta þegar við gerum fóstbræður. Ok, af hverju? Af því að ég var svo handviss að þetta væri algjör snild og ég sagði berum orðin þetta eitthvað sem að fólk áttur að horfa á eftir 50 ár sko. Leiðir strax þannig? Já, við erum að búa til eitthvað sem að bara hefur aldrei verið gert áður og þetta búið úr bara svona íslenskum efniviði og þetta vel gert og gert af kunnáttu og kærleika og þetta mun lifa bara, skilur, fólk á eftir að fara að horfa á þetta eftir 30 ár og ég bleið til 50 ár og eitthvað svona, fólk hlóa þessu. Skilur, það komin hvað mörg núna, fólk reyna að horfa á þetta. Já, fólk reyna að horfa á þetta og en ég var svo handviss það, einhvern veginn og það var sagt, við mig, já, þetta segja nú allir sem að gera eitthvað að þætti að þetta verði einhver klassík og þetta, já, einmitt, jú, en þetta það. Og ég var alveg, ég var nokkuð sannfærður þetta og í þessu framboðsferli að þá það í rauninni núna sem að kemur og þetta kannski förlast manni þetta með aldrun, ég veit það ekki sko ég Hvað þá, að tengjast innsæinu? Já, ég sko þegar ég var að hugsa þetta og ég byrja að hugsa þetta, þú veist janúar, febrúar og ég pæli þessu og ég að vinna stórt verkefni á Akureyri, ég að æfa leikrit sem mjög krefjandi og tímafrekt vegna þess að það gríðarlega mikil text í því og ég vildi ekki að þetta einhvern veginn myndi skemma þann prósess einhvern veginn þú veist, og það líka bara svona að það mér mikilvægt að vera ekki að blanda tvennu saman sem á ekki samleið þú veist að þá rennur það úr, þú veist, og majónes og koktelsósa verða og majónes og tomatsósa verða koktelsósa, skilur, ég ekki að reyna að blanda saman, sko, og þannig að ég var svona haldið þessu svona til hliðar á meðan ég var að læra textan minn og æfa og svona, og þá var fólk að tala það var að byrja að tala já, en, þú veist en ef það verið að tala það að Katrín Jakobsdóttir alltaf bjóða þessu fram og ég sagði, þú veist, ég alveg íhugaði ég hugleiddi ég sagði, þetta er della, hún er aldrei að fara að bjóða þessu fram ég held líka að vera della, sko. Já, þú veist, og ég gaf þessu ekki neitt séns, ég sagði bara, þú veist, fólk var að segja eitthvað, já, hún er Katrín Jakobsdóttir, þetta pirraði mig alveg, þú veist, bara bull, hver dettur svona í hug? Katrín Jakobsdóttir, að því mér fannst þetta svo mikið della, bara, þú veist, þetta er bara svona dilla já, eitthvað verið að segja mér finnst þetta bara eitthvað svona einskísverð kjaftasaga eitthvað svona og og ég var alveg fram á sko
síðasta dag sko, ég bara trúði þess ekki ég bara, nei, þetta ekkert að fara að gerast og pyrraði það ennþá þá þegar hún ákvað síðan að gera þetta? Sko já, sko svona, ég get ekki sagt að mér hafi verið skemmt, að mér sé skemmt yfir þessu, mér finnst þetta bara skrítið í alla staði. Ertu þá að tala með, finnst þetta svolítið svona ég meina, sumir hafa sagt að það sé bara í einræðisríkjum þar sem að fólk sko fer úr því að vera forsetisráðherra yfir í að vera forseti, eða er það eitthvað annað við þetta sem að já, mér finnst þetta ekki sko sko svona upplifunin mín, mér finnst þetta ekki alveg sanngjarnt sko, mér finnst þetta bara ekki sanngjarnt gagnvart öðrum sem að gera þetta, af því að þú veist, þetta smá svona fyrir þú veist, þetta svona smá eins og að vera, skilurðu, að ákveða að taka þátt í að keppa, að vera með fótboltaliði í öðrum flokki og jafnvel í, þú veist, þriðja flokki og bara svona, þú veist, við erum ekkert með þjálfara og svona, en við erum bara hittumst og erum duglegir að æfa og svona, svo bara allt í einu ákveður eitthvað sem er í fyrsta flokki að bara koma í þriðja flokk og taka þátt í keppninni þetta smá og með, þú veist, þjálfara og með nuttara og með lækni og með leikaplan og eitthvað, skilur sem við hinn, skilur í þriðja flokki höfum ekki alveg séð, sko. En ertu þá að meina, því að sko nú eru þið hinn algjörlega jafn frambærlegu hún, ertu þá að meina að hún er með, hún fæði biðlaun og meðan hún er að gera þetta, hún er með ákveðna maskín og bakvið sig, hún ætlar að fá rosa athygli í fjölmiðlunum í gegnum og allt þetta? Já, svolítið þannig, sko, þetta er svolítið svona, þú veist, þetta er alveg svona, þú veist, þetta svona stríðir sko svona einhvern veginn gegn einhverju sem ég finnst þessa svona sanngirnis sjónarmið, ég bara svona, já, ok, eða þú veist, ok, og eitthvað svona batteri, en á móti má líka alveg segja, skilur að ég sé sjálfur í slíkri stöðu gagnvart mörgum, ég er mjög þekktur, ég hef greiðan aðgang að samfélagsmiðlum og fjölmiðlum, þannig að þú veist, borið saman við einhverja aðra þá hef ég ákveðna forgjöf, sko. Gerið þið einhverja grein fyrir, ég meina, nú er búin að koma að það skoðanakönnun bara fljótlega eftir að þú komst vel út úr henni þannig, ég meina, þú Katrín hafi verið að næða svo þar. Gerið þið einhverja grein fyrir þegar þetta er svona nýtt, sko, hvar, eða er þetta bara, rennur fólk alveg blind í sjóin þegar þetta er svona stutt komið? Já, sko, gera könnun eða fá að vera með í spurningavagni Gallup eða eitthvað svona. Það kostar svona í kringum kannski 400 skall að fá að hendast með á spurningavagn eða gera könnun, skilst mér. Og sko og ég bara sem sagt satt best að segja, hef ekki átt 400 skall til þess að eyða í það, þannig að sko að ég hef ekki gert einustu könnun, en ég veit að mörg sem er í þessu hafa átt penning til þess að eyða í svona kannanir og gera svona kannanir og það er svolítið þannig sem að svona fólki í fyrstu deildinni er að gera þetta, skilur, að það er að gera mjög reglulegar kannanir og það er að eyða meir en 400 skall í það, sko, af því að það er með einhver svona einhver fjármagn á bakvið sig, einhvern svona Þú ætlar ekki að vera, þetta er ekki dýrt hjá þér, eða? Dýrt. Jú, þú veist, ég byrjaði núna að safna pening, ég byrjaði að hafa sambandi fyrirtæki, eða fólk á mínu vegum að hafa sambandi fyrirtæki og einstaklinga og fólk er að styrkja okkur og leggja til í púkið og sko, þannig að þetta kostar, sko, þetta er mjög dýrt að gera þetta, það er að segja þú ert að borga svona ákveðin rekstur og það fá mjög mikið af fólki sem er sjálfboðaliðar til dæmis, en þú vilt gera vel við þetta fólk og gefa því að borða og svo framvegis. Svo er náttúrulega engin biðlaun fyrir þig. Hvað séru? Svo er náttúrulega engin biðlaun fyrir þig. Nei, og ég vinn bara í þannig aðstöðum, sko, ég sjálfstætt starfandi listamaður
ég fæ greitt meðan að ég að gera listrænarstarfsemi. Þegar ég hætti henni, þá hætta launin á nákvæmlega sama tíma. ég var ekki ég fæ ekki afturvírt eða á inni eitthvað svona orlofspenning eða neitt, ég bara þegar það er búið þá er það búið og síðan sko ferðalög, auglýsingar og svona ýmislegt það er týnist til að sko kostnaður sko. En hvernig sko þegar að svo ég rifja aðeins upp sko þegar að þú varst borgarstjóri ég hyggstaði ekki við að kjósa þig en þá fannst mér einmitt svona fyrsta tilraunin var einhvern veginn svona þegar þú fórst að mælast hátt þá var svona einhvern veginn eins og það átt að reyna að segja fólki býtu ef það verður ekki sko, stjórnmálamaður sem verður borgarstjóri þá fer all helvítis þá verður að reyna að keyra svona ótta í mannskapin svo verður þú borgarstjóri og ég meina það gengur bara býsna vel og ég meina það er margt sem bendir til þess að þú hefðir í raun og veru alveg geta tekið annað kjörtímabil sko eða það hefði áfram þar sem sko í þeirri í aðdragandanum að þeim kosningum þá fannst mér að afvopna stjórnmálamennina svo mikið með því að leyfa þér að vera bara, ég veit ekki hvort ég hef notað orðið vanmáttugur en þú bara sagðir ég veit ekki allt og mér finnst þess að almenningu tæki mig vel í það en síðan spurningin þegar kemur að þið vera forseti þá meira svona einhvern veginn krafa að forsetin sé svolítið svona allt á hreinu Já, sko það er held ég fyrst og fremst sko, ég held að fólk geri fyrst og fremst þá gröfu til forseta að viðkomandi hafi hæfni í mannlegum samskiptum. Það er að segja að geti hitt fólk úr ýmsum mismunandi hlutum samfélagsins og átt samskipti við fólki og sko og auðvitað þarf forsetin eins og borgarstjóri, nei, ég held að sé ekki gerð meiri krafa, ég held að sé frekar meira tækifæri fyrir forseta að vera manneskja heldur en borgarstjóra. Ég skilji. Borgarstjóri sko svona er náttúrulega Reykjavíkurborg er stærsta fyrirtæki landsins sko. Hvernig var þetta sko, þess að ég á tilfinningunni þegar ég horfði á þau utanfrá í þessu, sko, ég sé að sko, fólk fer í stjórnmál, flestir náttúrulega fær í stjórnmál og eru með, sko, langar að vera stjórnmálamenn frá unga aldri og fara í gegnum unga hefingarna, það er allt þetta. Og ég horfði á svo mikið af fólki gegnum tíðina sem að sko fer hann inn með mjög góða hugsjón, svo verður það einhvern veginn, ég veit ekki hvort ég segja kerfin að bráð, þá þarf einhvern veginn smám saman áttarðið á því að þetta er kannski ekki alveg sko, þú veist kannski næfur í að halda og geti breytt meira og gast og allt þetta og svo fyrir þetta snúast að þetta sé nú kannski bara fín vinna og gott kaup og þá á endanum fyrir þetta alltaf snúast að ná aftur kjöri. Þannig að mér finnst rosa margir sem fara í stjórnmál, þeir tína svolítið talandi innsæðið á þann sko. Tína sjálfins og fyrir hvað þeir standa og endanum er þetta bara fyrir að snúast að fá að vera í þessu starfa fram. Ég upplýði eins og þú væri orðin bara svolítið svona bara genúin ljóhamingjusamar undir restina því þetta umhverfi bara hendaði þér ekki. Sko það sem að mér fannst erfiðast í þessu sko að auðvitað var ég með svona eitthvað ákveðnar væntingar sem áður en ég kem inn í þessu voru óraunhæfar og ég bara vissi ekki betur. Mér langaði að gera Reykjavík skemmtilegri að því að mér fannst stemningin í Reykjavík orðin ansi súr sko og einhvern veginn, þú veist, þetta þarf ekki að vera svona leiðilegt og svona, svo bara þegar að ég kem þarna inn og það áttaði mig á því að fjárhagsstaða borgarn og sérstaklega orkuveitur Reykjavíkur er gríðarlega slæm og það verður sko fyrsta, annað og þriðja mál sem við erum að vinna í, það eru fjárhagsmál fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar og orkuveitunar og sko fjármál, tölur, starffræði ekki mín sterkar hlið og ég er sem sagt með dyslexíu sem að lýsir sér sem svo kallari. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.